Líkur á því að mati sérfræðinga við Háskóla Íslands að landið taki miklum breytingum á næstu áratugum og öldum. Jöklafræðingar háskólans stunda nú viðamiklar rannsóknir á afkomu jökla á Íslandi. Þeir hafa komið fyrir búnaði á flestum jöklum til að meta ástand þeirra og þeir hopa hratt. Margt getur fylgt bráðnun jöklana sem ekki víst að við kærum okkur Nú búið að mæla afkomu jökla í tæp 20 ár og við vitum vel að það þannig að vetrarstjórn það bil nógu mikil til að halda jöklunum við, en sumarleysingin hefur verið miklu meiri. Það bráðnar cirka tvöfalt meira heldur en þyrfti til að þið væru í jafnvægi. Út frá reikninglíkunum sem hafa verið keyrð, þá vitað að jökullinn mun hörfa mjög hratt og hann mun hverfa við óbreyttar viðraðstæður á svona 150-200 árum. Það sem þýðingin fyrir virkjanirnar fyrst og fremst sú að á næstu áratugum, næstu kannski 5-6 áratugi, þá mun aukast leysingavatn frá jöklunum. Landsvirkjun hefur þegar tekið tillit til þess og það verið að stækka eða auka orkugetu sumra virkjana. En eftir kannski 50-60 ára þá mun minnka rennsli frá jöklunum vegna þess að þá hafa þeir einfaldlega skroppið of mikið saman og svo hverfa þeir alveg. Og það þýðir að allt vatn sem fellur til virkjana þá bara rigningavatn sem fellur jafnóðum. Það mun áfram rigna, það rigningin sem skiptir máli. Það sem kemur á jöklunum einfaldlega bara úrkoma vetrarins. Þannig að ef að jöklarnir hopa eða hlýnar eitthvað ráðið, þá mun hugsanlega vera jafnara rennsli ám ef eitthvað sem kostur fyrir rekstur virkjana, myndi ég segja. Þegar að jöklarnir hverfa, þá léttir fargi af landinu, þá fer það að rísa og þegar að Vatnajökull væri algjörlega horfinn og landið búið að ná sér, ná jafnvægi, rísa upp og stilla sig inn á þetta nýja ástand, þá það orðið 100 metrum hærra en það núna. Þetta veldur einnig því að það talið að það aukist eldvirkni vegna þess að þegar þrýstingi léttir svona á kvikuhólfum sem eru grunnstæðum kvikuhólfum, þá þegar það mikið mál líklegra að nái að sprengja sig upp. Fegurð jökulsins ótvíræð, en hvað heillar vísindamanninn? Það sem heillar mig, það þessi einfalda fegurð. Þetta svo einfalt, það bara hvít breiðan og síðan skýin sem geta reyndar verið marglitt. En þetta svo einfalt og fallegt.